Hérna erum við í rannsóknarhluta sem að rannsóknarstöðin á Mógilsá er að sinna. Þar sem við erum að fylgjast með endurvexti í aspaskógi. Þar sem er búið að fella aspaskógi niður en upp koma svokölluð stubbaskot og einnig rótaskot sem koma upp í skóginu þegar ljósið kemur inn í skóginn. Hérna er búið að fella það bil hálfan hektar af skógi og þetta var gert á hálfu ári í hverjum einasta mánuði til þess að fylgjast með því meðal annars hvenær ársins er best að fella trén til þess að fá sem mestan endurvöxt, þannig að skógurinn endurnýjar sig sjálfur. Hér þarf ekki að planta trjám aftur. Þessi hluti hér, hann er eldri, það er að segja flestir reitirnir hérna voru felldir að vetri til og sum rótaskotin hafa því fengið lengri vaxtartíma. Líklega er það 2 ár sem eru komin í mannhæð hér. En það hefur annað tekið við sér hérna líka og það er grasið, þannig að það er gríðarleg samkeppni hérna á svona frjósumu landi. Framræst mýri sem hefur búin að vera ljósteppuð í frá plöntun, þetta er líklega planta 92-3 og svo þegar að ljósið kemur hérna inn að þá sprettur upp gras hér allstaðar. Það er stór hluti af þessu, það er samkeppnisþátturinn. Þetta er efni sem kemur úr endurnýjunartilrauninni, þessum rúma hálfa hektara sem var felldur og þetta efni er á leiðinni á Grundartanga. Líklega 40 rúmmetrar af efni sem koma út úr skóginum úr þessari tilraunastarfsemi. Þetta er svona 23 ára. Standandi rúmmál á hektara hérna núna er svona 110 til 120 rúmmetrar. Þessi skógur er vel hannaður frá upphafi með tilliti til skógarhaugs. Hér eru brautir allt. Á flatlendi, þó þessi mýrlendi, þá er þetta mjög aðgengilegt fyrir skógarhaugsvélar á vélknúnum ökutæki, traktora og útgeysluvélar. Og hlaupandi vöxtur í þessum skógi hér er svona 17 rúmmetrar á hektar á ári sem við höfum verið að mæla hér. Einn vöruflutningabíll fullur af timbri á leiðinni í Elkem tekur svona 35 til 40 rúmmetra. Þannig að þú þarft tæpa 2 hektar á ári bara viðarvöxtinn til þess að fylla einn bíl og hér eru við með skóg upp á tæplega 70 hektara.